En við byrjum á helstu tíðindum vikunar og hingað eru komin þau Kjartan Ragnarsson, Lára Hanna Einarsdóttir og Sölvi Tryggvason. Jæja, velkomin. Skulum bara byrja þess á að þetta var það voru mikið tíðindi þessari viku eins og öllum þar á undan núna undanfarið, en skulum byrja bara á því hvað ykkur fannst standa upp úr svona í vikunni. Byrjum á þér, Kjartan. Þú náttúrulega fyrst verðlaun eða landnámssetrið. Já, Eyrarrósin, það stóð upp úr alveg, fengu þau. Nei, það var mjög merkilegt fannst mér að þessi sænski ráðgjafi ríkisstjórnar kom fram með sína skýrslu og það er von þegar að byrja að fara að vinna svona alveg grundvallega að málunum, Mats Jósefsson, það fannst mér merkilegt og von í því hins vegar þóttu mér verra að sjá það að SA, Samtök atvinnuveganna, Vilhjálmur Egilsson sem mér hefur þóttu verið að tala að nokkuð miklu viti þessi peningamál okkar alveg búin að vara ríkisstjórnina við núna í mörg ár, að hann talar hreina uppeyju og þessi algjör átök á milli þess sem lagt var fram fyrir áramót eða það sem þessi nefndir að koma með núna miklu meiri ríkisafskipti, þannig að enn einn daginn þá er óvissan það sem einkennir situasjónuna, stöðuna. Já, hvað helst? Svolítið þema núna. Sama á móti núna að þegar frumvarp kemur úr Seðlabankann og Seðlabankinn, Evrópski Seðlabankinn leggur til að býðst til að gefa álit sig og setja á frumvarpinu. Það finnst mér líka mjög merkilegt, ég hef dálítið mikið hissa á því að þið þykir það ekki. Þið þurfa að fá líka kosti það, þið þurfa að fá álit frá öllum öðrum Seðlabankum. Ég sé ekki þannig rökum málunum. En Evrópski Seðlabankinn kommentir á þetta, finnst mér mjög traustvekjandi eins og staðan núna. Já, þetta er að verða eitthvað svolítið vandræða mál. Lára Hanna, hvað fannst þér standa upp úr? Það nú ýmislegt sem dagarnir eru bara fullir af fréttum. Og svona það sem kannski ferskast í minni, það er viðtalið við Geir á BBC í gær, í Hard Talk. Það finnst mér svona, það er nýlegast og það er svona stærst, það sagði ansi mikið. Og eins og til dæmis bara það að hvenær setur Brown á hryðjuverkalögin í byrjun október. Hann er ekki ennþá fann að tala við hann. Það er búið að vera að kalla eftir viðbrögðum. Hefði það breytt einhverju heldur? Svona eitthvað prívat spjall á milli forsætisráðherra? Hvað vitum við? En eðlilegasti hlutur í heimi hefði náttúrulega verið að íslenski forsætisráðherrann hefði tekið upp símann og hringt, heyrðu hvað þetta gera? Og rætt máli bara við hann og aðtók hvort það væri hægt að finna einhverja lausn þannig að við hefðum ekki hrunið svona rosalega. Sölvi, ertu sammála þessu? Fannst þér þetta að vera mikið frétt í þessu Hard Talk viðtali hérna í gær? Mér fannst einmitt eiginlega að Geir sagði álíka mikið eins og hann hefur sagt í viðtalinu við okkur. Það er að segja, hér blikkin eitt. Það var eiginlega það sem stóð upp á mér. Mér fannst spyrillinn mjög góður en það var sama sagan eins og hefur verið í viðtalinu hér að hann einhvern veginn að drepa málinu dálítið og dreif nema einmitt þarna í þetta eina skipti þar sem hann sagði hérna þegar hann spyr hann hvort hann hafi talað við Gordon Brown og hann segir, já, kannski hefði ég bara átt að gera það. Það eru mjög mikil tíðindi í því Já, það var svolítið svona það voru tíðindin í viðtalinu og það var líka svolítið, maður fekk pínlítinn aularoll svona yfir því að forsætisráðherra skuli segja, já, kannski hefði ég bara átt að gera það. Það var svona eins og hann hefði ekkert hugsað þetta, Svarið var einhvern veginn þannig, en mér finnst nú annað sem að mér fannst standa upp og var viðtalið við annað viðtalið í útlöndum, það virðast alla fréttina að koma frá útlöndum, og það er Ólafur og Dorrit, viðtalið við þau, það var annars skemmtilegt. Þú ert á að meina fyrsta viðtalið við Ólaf og Dorrit er ekki viðtalið við Ólaf sem var hérna í þýska Financial Times sem það kom daginn eftir. Það kom svo daginn eftir, en ég er meira að meina viðtalið við Ólaf og Dorrit saman. Já, ástir samlyndra hjóna og allt það. Það var þessi skemmtilegt og ég held einhvern veginn að Dorrit, hún er einhvern veginn ótrúlegt lag á því að verða sífellt vinsælli hjá íslensku þjóðinni. Það er einhvern veginn alveg sama hvað hún gerir að hún verður bara vinsælli og vinsælli, Lastu þetta viðtal, Kjartan? Nei, ekki Ólaf og Dorrit, það sá ég ekki. Ég hitti þau bara á Bessastöðum og þú varst gestur þeirra náttúrulega. Eyrarrósin og þau rifust ekki þar, það bara fór mjög vel á með þeim. En mér fannst þetta viðtal við Geir, mér finnst það mjög áhugavert að sjá það í samhengi. Þið eru búin að tala við hann sem íslenski fréttamenn að sjá hann og tala við erlenda fréttamenn í samhengi í sama umhverfi þegar tala við erlenda stjórnmálamenn að sjá íslenskan stjórnmálamann halda sér svona fast við þessa erkivenju að hér er ekki tekin pólitísk ábyrgð. Það er enginn að tala
glæpsamlega ábyrgð á nokkurn hátt. En það verður að spyrja stjórnmálamann pólitíska ábyrgð. Og það mér finnst það bara sorglegt að hlusta á það að því bara kurteislega og með allir þeirra hógar sem Geir hefur og svona sinni ákvarðanafelni bara vísað frá að hann taki eitthvað á því að hann hafi pólitíska ábyrgð að vera forsætisráðherra í landinu þegar hrunið gerist. En eitthvað óðalegt að hann vilji bíða eftir þessari rannsókn því að nú verða að bíða eftir henni? Ef hann heldur þetta sé bara spurning glæpsamlega starfsemi, það grunar hann engan neina glæpsamlega starfsemi. Hann á ekki að þurfa að bíða eftir nefndinni að axla pólitíska ábyrgð. Pólitísk ábyrgð allt annað. Mér finnst aftur móti athyglisvert að sjá ef satt reynist, því að Dagblaðið ekki alltaf það sem maður treystir mest á, en mér finnst mjög athyglisverð ef satt reynist að Bjarni Benediktsson hafi sagt á fundi hjá Sjálfstæðismönnum í Garðabænum í gær, Sjálfstæðisflokkurinn ber ábyrgð á þessu hruni og hann á bara sjálfsögðu að taka þetta mun alveg gjörbreyta stöðunni held ég kosningalega fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Dró ekki Bjarni aðeins úr þessu reyndar? Jú, árðalegi sagði hann hefði nákvæmlega svona. Ég alveg sammála ykkur báðum með þetta með pólitísku ábyrgðina, en hins vegar held ég að við Helgi getum verið sammála það að við erum alveg svolítið móðgæðir ef hann hefði í fyrsta skipti beðist afsökunar í erlendu fjölmiðlum. Hann ætti nú kannski að byrja hann sýndi ekki það virðingu að segja ég gerði það ekki. Það kannski komið tíma á að þið takið það. Það kannski bara vera til þess með ykkur. Ég hugsa að íslenskum fjölmiðlamönnum hafi verið svolítið létt yfir því að því að fólki hér hefur talað svolítið eins og við séum algjörir aumingjar og erlendu fjölmiðlar séu miklu betri. Það kom mjög lítið út úr þessu viðtali í gær, þannig að þarna sýndi þessi bara jafnvel bestu spyrlar í heiminum ná ekki allt og miklu upp úr Geir Haarde. Lára Anna, þú ert búin að vera að safna á bloggsíðuna þína viðtölum og fréttaumfjöllunum svo sem lengur en þetta bankarhrun hefur áður en það byrjaði. Og miklu meira efni heldur en inn á bloggsíðunni. 26.000 skráðar. Það er fullri vinnu við þetta bara? Ég er nú að reyna að vinna fyrir mig líka, en svona inn á milli. En sko í því sambandi þá langar mig að vekja athygli á nefndaryfirheyrslunni sem hefur verið út í Bretlandi sem að mér finnst alveg ofboðslega athyglisverð. Þarna nefnd á vegum breska þingsins og hún heitir Treasury Committee sem Treasury ríkissjóður, þannig að þetta er svona fjármálanefnd og þetta er nefnd sem er alltaf að störfum. Og það er búið að koma þarna fyrrverandi bankastjórar, blaðamenn, það var kallað hlutverk fjölmiðla í hruninu og þeir eru að upplifa þetta rosa hrun núna, Bretarnir. Og í gær var reyndar ekki þessi nefnd, þá var Brown í yfirheyrslu. Þetta finnst mér alveg gríðarlega spennandi efni og ekki síst fyrir fjölmiðlafólk til þess að sjá hvernig þeir grilla sína menn og þetta eru fagmenn, þetta er ofboðslega flott gert. Allt í beinni útsendingu. Og þarna báðust þeir afsökunar bankastjórarnir í vikunni. Bankastjórarnir, þeir bara voru þarna 4, allir fyrrverandi núna, nota bene, og þeir báðust allir afsökunar. Innilega, voru ógurlega litlir í sér. Svo reyndar, þegar að leiða, þetta voru 3 tíma yfirheyrsla, og þá, þegar að leiða á, að þá svona fengu þeir meira sjálfsöryggi og í restina að þá viðurkenndu þeir nú ekki að hafa borið neina ábyrgð. En auðvitað það rétt sem Geir hefur að segja. Þetta hluti af stærra samhengi þar sem við vorum kannski hvað vest undir það búin að þessi hluti gætu gerst. En þetta stærra samhengi finnst mér áhugavert að fá meira og betur skoðað í íslensku fjölmiðlum. Mér fannst viðtali hjá Agli Helga við hann Gunnar Tómasson vera eitthvað sem þið þurfið að fylgja eftir. Þetta var dálítið mikið magnað að tala nýfrjálshyggjan all eins og hún leggur sig og þetta samhengi sem hann var að setja hlutin í og rekja það hann sé búin að skrifa þetta í Morgunblaðið síðan 1967 og Styrmir eigi alla þessar greinar eftir hann. Ég vil heyra þennan mann tala meira og hærra og endurtaka það sem fengið að endurtaki sem hann búin að vera að vara við í gegnum öll þessi ár. Hann segist að vera búin að vara við þessu, hann hefur sagt að þetta hrun óhjákvæmilegt. Í þessu stærra samhengi vil ég sjá þessa hluti. Svo annar maður sem ég vil nefna því ég að tala við ykkur fjölmiðlamenn sem ég vil heyra aftur. Jónas Haralds, þegar hann var að bera saman kreppuna 67 og núna, það var mjög áhugavert aftur við til Agli
Hún er ekki óþarfur maður, hann En viðtalið við Gunnar var einmitt, ég er sammála því, það er eitt allra besta viðtal sem hefur verið tekið síðan að bankarinu var á Íslandi. Og ég held að fólk er alltaf að tala með því allt og litlu samhengi. Því ég er sammálanum að ég held að peningakerfi heimsins, það sé alls ekkert sjálfgefið að það verði eins og við höfum þekkt að hinga til. Og fólk er alltaf að gefa sér það að við getum endurreist kerfið eins og við höfum þekkt að síðustu ári. Já, viljum við það? Viljum við það? Akkurat. Ég bara spyr, viljum við það? Þó það væri hægt, viljum við það? Viljum við hafa samskonar þetta opna kerfi þar sem að er hægt að fara með fjármuni heilu þjóðana bara að vil? En talandi um fjölmiðla, Sölvi, þú hefur verið þú varst náttúrulega, þér var sagt upp eða þú rekin á Stöð 2 fyrir ekki löngu síðan og þú ert búin að vera með bandaríska sjónvarpsmenn á ferðalagi. Ég var með síðustu viku fólk sem að vinna fyrir Dan Rather í 3 daga og glöggti Gersrauðað og það sem að mér fannst eiginlega mest sláandi eftir að hafa verið með þeim að því þau töluðu það mikið það er bara við hrunið var fyrst hér en við verðum samt einhvern veginn vera styrst á veg komin með rannsókn. Saksóknarinn er enn að mála skrifstofarnar sínar skilst mér. Efnahagsbrotadeildir ríkislögreglustjóra vissuðu það að þeir eru með 1 mál til rannsóknar. 1 mál. Það hefur komið fram í fjölmiðlum. 1 mál? 1 mál sem tengist bankahruninu. Og þegar hún tók viðtal við yfirmann efnahagsbrotadeildar að ég þurfti að halda fyrir andlitdómur þegar ég satt þarna inn á skrifstofuna því að ég skammaðist mín bara fyrir að Þetta svipað eins og viðtalið sem var tekið við hann á norska sjónvarpinu. Þetta eina málið sem var Landsbankamann, er ekki? Jú. Og hann sagði bara sannleikann í norska sjónvarpinu, ég meina þar sagði hann bara að því að efnahagsbrotadeildin fær ekki þann stuðning sem að hún þarf að fá. Efnahagsbrotadeildin er full að vilja til þess að rannsaka málin, þeir bara með ekkert gera. Var ekki byrjað að skera niður eftir í efnahagsbrotadeildinni? Nú á einmitt að efla efnahagsbrotadeildina, dæla þangað inn fólki, vera með fullt af góðu fólki sem er atvinnulaust, dæla þangað inn fólki, taka málin og krifja þeim. Þið getur rétt ímyndað ykkur hvernig það er að horfa á spyrilinn, spyrja, þú ert yfirmaður efnahagsbrotadeildar, það er vendarlega mikið að gera hjá þér? Nei, það er ekkert mikið að gera hjá mér. Þetta er náttúrulega ekki hægt. En aðeins að þessu líka, varandi þessar rannsóknir, það er náttúrulega, Jón Danielsson og Gylfi Zoëga lögðu fram þessa skýrslu settu hana, sjálfum sér bara á netið núna og það er í svona, kannski fyrsta skipti sem er verið að draga svolítið saman þessa atburði sem að urðu hér og hafa orðið svona í kjölfarið. Það er svolítið skrítið að stjórnvöld hafi ekki einhvern veginn lagst í það að gefa út eitthvað svona bráðabirgðaskýrslu Það sem er svona bara farið yfir svona það helsta kannski án þess að það sé endilega verið þá að benda á sökudólka eða hvað er. Já, nú er þessi nýja stjórn ekki búin að vera nema í tæpar 2 vikur. Auðvitað átti fyrri stjórn að gera þetta og fyrir löngu síðan. Þetta gera þetta fyrir löngu síðan. Fara yfir allt ferlið, allt aðdragandann að hruninu. En það var eins og með símtalið Brown, það gerðist ekkert. Þessi stjórn, hún situr í einhverja 80 daga og það er bara spurning hvað við getum ættast til aðeins. Hún er pikkföst í einhverju seðlabankafrumvarpi. Hún er pikkföst í því að deila við Framsóknarflokki. Og þar var sjálfsögð að fara að Framsóknarflokkurinn er bara að leggja stein í götu nýra stjórna með öllu þessum málafarki. Nei, er það ekki líka en er það ekki bara eðlilegt að Framsóknarflokkurinn vill nota sér þau áhrif sem þau hafa í gegnum stuðning við þessa minnihlutastjórn? Sko, ég veit ekki. Mér finnst ansi mikið hafa breyst síðan Sigmundur Davíð kom fyrst með, sagði fyrst að Framsókn myndi verja nýja stjórn falli. Hvað er Sigmundur Davíð núna? Já, hann er náttúrulega ekki að þingi. Nei, en ég hef ekki séð tala við hann. Ég hef ekki séð hann segja neitt, ég hef ekki séð hann skrifa neitt. Það er bara eins og þingflokkurinn hafi komið og valtað yfir hann. Hefur hann ekki verið að gefa áherslu á þetta stjórnlagaþing? Er það ekki verið hans svona málana? Þetta stjórnlagaþing, svo hafa hvalveiðimáli komið svona og stoppað þarna á milli sem að gera það svolítið pikkast þarna á milli? Mér finnst þetta líta út í mínum augum eins og Framsóknarflokkurinn sé í, sem sagt, hvað er að kalla þetta? Nú eru þeir að hugsa flokkinn, sko. Hvað er best fyrir þau? En er ekki að flokka núna, það er stutt í kosningar, er þetta ekki bara akkurat að komast í þann svona típiska kosningagíra, það eru allir farnir að hugsa flokkinn og svo allir innan flokkana farnir að hugsa sjálfan sig út af prófkjörum? Jú, ég var nú vitni að því á þingpöllum í fyrradag. Það var nú meiri sirkusinn. Þú segðu okkur það? Já, ég kom þarna svona korter í 2 og það átti að fjalla Bakka. Ólöf Nordal, eiginkona forstjóra Alcoa, var með fyrirspurn til
umhverfisráðherra hefði reyndar átt að vera með fyrirspurnina eins og kom fram til iðnaðarráðherra frekar. Og ég kom þarna korter í 2, þetta átt að byrja klukkan 2. Ég kom inn í miðja umræðu störf þingsins, minnum ég að það hafi verið kallað. Og þau voru bara eins og krakkar á gelgjuskeiði, allir gjammandi og utan úr sal. Maður upplifir þetta allt öðruvísi þegar maður er upp á pöllum, heldur maður sér þetta í sjónvarpinu. Maður heyrir, maður sér hver að gjamma, hver að kalla. Og það var ekki til málefnaleg umræða þarna. Og svo leið á... Það er mestar áhyggjur af því að þeir sem eiga að vera stjórn á landinu, nú alltaf vona maður að ný ríkisstjórn gera eitthvað, maður eru mestar áhyggjur af því að þeir mega ekkert verða að stjórna landinu því þeir eru bara hugsa kosningar. Því að þau voru bara fíblast. Þetta var bara fíblaskapur. Bara frímínútur. Og ég fekk bara í magan, er þetta fólki sem á að vera að bjarga Íslandi? En svona örlítið, við langar aðeins að Kjartan óskaði til hamingju með Eyrarrósina sem hún sóttir á Bessastaði, var það ekki? Jú. Hittir og Ólafur Dorrið, þú og konaðinn. Við höfum þann heiður að við vorum af 3 útvöldum, það var Eyrbyggjusetrið á Grundarfirði og Skaftfell, myndlista menningarmiðstöð á Seyðisfirði og við sem vorum tilnefnd og við fengum Eyrarrósina okkur til mikilvæg gleði. Fyrir landnámssetrið á Borgarnesi? Já, landnámssetrið í Borgarnesi. Bara óskuðu til hamingju með það. Ég bara ósku ykkur góðra helgar og þakka kærlega fyrir komuna. Takk sem leys.